Hvað prédikuðu heilagir frumkirkjunnar þegar þeir útbreiddu Guðspjallið? Skoðið Nýja testamentið vel, sérstaklega apostolasöguna. Hvert sem þeir fóru prédikuðu þeir kostgæfilega þá staðreynd að Jesús er Kristur. Hefðu menn trúað Jesú ef þeir hefðu ekki prédikað hann? Alls ekki. Það hefði verið ómögulegt fyrir fólk þess tíma, með ríkjandi trú sinni að engin annar Guð væri til nema Drottinn Guð, að auðveldlega trúa á Jesú sem það hugsaði aðeins sem son Jósefs trésmiðs í Nasaret. Hins vegar vitna Biblían og spámennirnir að hann er Guð, Jehóva, sem þeir höfðu þjónað, og að Guð kom til þessarar jarðar í holdinu. Biblían vitnar einnig að á síðasta tímaskeiði heilags anda veiti hann mannkyni náð hjálpræðisins með páskum nýja sáttmálans í Kóreu, landinu í austri. Við verðum að útskýra og upplýsa fólk þessa staðreynd. Hversu einlæglega þráðu postularnir Páll og Pétur og hinir fjölmörgu spámenn frumkirkjunnar komu ríkis Krists án þess að yfirgefa trú sína. Þó að við trúum á Krist ansangong, þýðir það ekki að við trúum ekki á Jesú. Því hver er Kristur ansangong? Hann er Jesús Kristur sem kom til þessarar jarðar fyrir 2000 árum. Þess vegna erum við þau sem trúum sannarlega á Jesú. Þegar við skiljum skýrt nafn Faðirins, Sonarins og heilags anda, opinberast leyndardómur hjálpræðis Guðs. Jesús sagði í Jóhannes 17. kapla, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð, og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Hver getur sagt að hann trúi á Jesú án þess að vita jafnvel nýja nafnið hans? Aðeins þegar við þekkjum nýja nafn hans getum við hlotið fyrirgefningu allra fyrri synda okkar og afbrota í gegnum skírnina sem Guð hefur lofað, hreinsast og geta stigið fyrsta skrefið í átt að Guði. Lítum saman á Jesaja, 40. og 3. kapla, vers 10. Í 40. og 3. kapla, versi 10, segir Guð: Þér eruð. Hvers vottar erum við? Vottar mínir, segir Drottinn, þjónn minn sem ég hef útvalið. Hvern á mínir við hér? Guð Jehóva lýsti yfir: Þér eru vottar mínir og þjónn minn sem ég hef útvalið. Þannig hljóta allir þeir sem trúðu á Guð á tímaskeið föðurins að vera vottar Jehóva, vitna Jehóva. Ef við skiptum hjálpræðisverki Guðs í upphaf, miðju og endi, þá er upphafið tímaskeið föðurins. Miðjan er tímaskeið Sonsins og síðasti hlutinn, endirinn, er tímaskeið heilags anda. Við skulum skoða postulasöguna, 1. kapla, vers 6. Meðan þeir voru saman spurðu þeir hann: Drottinn, ætlað þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði: Ekki er það yðar að vita tíma eða tíðir sem Faðirinn hefur sjálfur ákveðið. En þér munu öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða. Hvers vottar? Vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Jesaja 40. og 3. kapla, vers 10, kennir okkur að vera vottar Guðs Jehóva. En hér í postulasögunni, 1. kapla, hverra vottar ættum við að vera? Jesús sagði: Veri vottar mínir, sem þýðir vottar Jesú. Ef engin greinamunur væri á milli aldanna, þá myndi Biblían virðast full af mótsögnum. Þess vegna verðum við að skilja og viðurkenna að það eru 3 tímaskeið: tímaskeið föðurins, tímaskeið Sonsins og tímaskeið heilags anda. Þá getum við staðfest að Biblían er alls ekki mótsagnakend, heldur hefur Guð náðarsamlega tengt þetta allt saman.